Við erum að framleiða íslenska ullarvöru sem rosalega vinsæl af túristum að kaupa. Við erum alltaf að framleiða nú íslenskri ull og við erum kannski eina af þessum fáu fyrirtækjum á Íslandi sem erum að framleiða íslenskt og það dregur túristan mjög mikið af. Já, ferðaþjónustan hefur náttúrulega breytt hér á þessu svæði afskaplega miklu því að það náttúrulega eins og maður segir líka, já, kuffilagið, sundlaugin og öll þjónusta, þetta orðið svo tengt ferðaþjónustunni, vegstæðin og allt þetta orðið svona meiri, þetta allt orðið svona lifandi í kringum og hérna líf í bænum af því að það túristar á ferðinni. Það náttúrulega ennþá tækifæri til að gera betur því að þetta svæði þó að sé alltaf aukning en þá erum við ekki samt almennilega á kortinu ennþá En ég held að það sé alltaf koma að ferðaþjónustuaðilar fyrir sunnan þeir vita orðið af okkur og þeir eru að senda hérna meiri túrista á svæðið. En við þurfum alltaf líka að vera svolítið tilbúin að taka á móti þeim. Já, það náttúrulega búið að vera saumastofa og prjónastofa hérna á Hvammstanga síðan 72 En svo þegar við tökum við þessu og eignast þetta að þá var náttúrulega þessi hugsun að nýta okkur vera með svona túristaverslun til að fá túristan á svæðið hérna inn til okkar og það hefur bara alveg þróast alveg ótrúlega vel því þetta var náttúrulega bara lítið brot fyrstu árin en svo hefur þetta náttúrulega stækkað hverju einasta ári. En þetta náttúrulega skiptir svo miklu máli bara atvinnulega séð því að við erum náttúrulega með fólk í vinnu hérna. Þetta að meðaltali svona 8 til 10 manns hjá okkur. Og svo erum við líka með svona undirverktaka hérna út í sveit sem hefur verið að vinna fyrir okkur líka. Mér sýnist þetta að vera alltaf góðri leið og við held ég bara eigum eftir að stækka og þróast og plássið hérna á Húnaþingi vestra. Þetta bara eftir að eflast í þessu meðan að ferðamaðurinn kemur og þá á það bara eftir að efla mannlífið og bara, já, styrkja okkur allra máta. Það bara þannig.